Benedikt Guðmundsson, þjálfari Þórs. Benni, loksins er körfuboltinn að byrja að rúlla. Þú ert þannig að brosa. Já, nú er þetta bara að fara, nú er þetta að fara að byrja. Það er ekki öðruvísi. Byrjum á stelpunum. Benni, það er, ef við áður en förum í fyrsta leik, tímabilið eða undirbúningstímabilið, það er búið að vera, já, hvað er það að segja, fórum í Lengjubikarinn, spilaði við Íslandsmeistara, bikarmeistara og svo fyrstu deildarlið, 2 töp og 1 sigur. Var það ekki bara ásættanlegur árangur? Já, ég meina árangur í Lengjubikar skiptir engu í hvað sæti eða endar eða hvað vinnur marga leiki þannig lagað. Þetta er bara aðalega bara að horfa í framþróun liðsins, að liðið væri að bæta sig viku frá viku og sjá mun frá leiknum undan og æfingunum vikunum undan, þannig að þessi úrslit bara skipta með akkurat engu, sko. Og þetta er náttúrulega góð leið bara fyrir ykkur þjálfarna að skoða leikmenn og pröfa ný kerfi og sjá hvað má betur fara. Já, ég meina, ég er náttúrulega bara að læra inn á leikmannahópinn og hver getur hvað og svo framvegis, þannig að þetta er bara búið að vera svona námskeið bara, svo maður kalla fyrir mig, að læra bara inn á aðstæður og umhverfið hérna í kring og allt sem bara vikið með liðinu. Þannig að, og ég er ennþá að læra bara, maður er ennþá að þreifa sig áfram í taktík og hvað maður að láta hvað leikmenn spila hvað og allt þetta, þannig að þetta er bara spennandi tímar fyrir mig allavega. Ertu eitthvað að rýna svona í með að við hvernig deildin er? Nú eru skyndilega komin 2 úrvalsdeildarlið niður, þar að segja Blikar og KR drógu sig úr keppni og komu í deildina. Þannig að þetta styrkir deildina kannski, gera hana sterkari heldur en það var. Það ætti að gera það og þetta eru svona meiri deild. Þetta 5 liða deild var kannski ekkit eitthvað spennandi en ekki gott náttúrulega fyrir kvennaboltana að lið sé að draga sig út, KR að hætti eftir deild, KFÍ ekki með kvennalið lengur, Tindastóll ekki með kvennalið lengur, FSU ekki með lengur, þannig að það eru svona viðvörunarbjöllur sem er að hringja en það er gott að svona fyrir fyrstu deildina að fá eitt lið viðbót, það er alveg rétt. Þannig að við kannski megum búast í kannski jafnari og sterkari deild núna heldur en var á síðast tímabili. Já, ég er kannski ekki besti maður til að spyrja um það. Ég fylgdist ekkert með fyrstu deild kvenna í fyrra og ég veit svo sem vola lítið hvað erum að fara út í núna þannig að ég verð svona bara að læra á þessa deild núna til þess að byrja með allavega og fikra mig áfram og læra inn á þessi lið sem við erum að fara að keppa við. Það er svo mörg spurningamerki í fyrstu deildinni í vetur. Ég veit til dæmis ekkert hvað er að gerast upp í Borgarnesi. Það er virkar bara eins og úrvalsdeildarlið í augnablikinu og er að fara að taka Kana og heyri maður, þannig að svo, ég hef ekki heyrt á öðrum liðum að taka Kana en náttúrulega Kani breytir alveg þvílíkt í þessari deild, þannig að maður veit eða ekkert almennilega hvernig liðin er að vera mönnuð í vetur. Þannig að það er kannski alveg lífsins ómögulegt að vera að rukka þjálfarinn um einhverja spá fyrir vetri. Það er voðalega erfitt að ráða í deildin allan í augnablikinu. Það verður kannski bara jólagjöfin. Það geti, maður veit ekkert, sko, að liðin geti orðið mikið breytt ef fleiri lið fara að elta skallana í kannamálunum. Ég bætast við fleiri lið, dett út einhver lið, þetta er svona svolítið sérstætt. Svona hálfgerð rússibanni? Já, ég hef aldrei upplifað svona áður en vonandi verður þetta bara stöðug deild með þessum liðum og bara hörku keppni. En þú er bjartsýn með þinn eigin hóp? Já, við erum með fínan hóp, það vantar ekkert upp á það. Við erum með núna 15 á æfingu í dag og það vantar einhverjar, það er komið stór og góður æfingahópur. Það er allavega stórt og gott skref á Akureyri. Það er náðu aldrei 10 í fyrra, þannig að þetta lofa góður með það. Benni, nú skulum snúa okkur að
deildinni sjálf, hún að byrja á laugardaginn, þá það útileikur á móti Fjölni. Hvernig leggst það í ykkur? Bara vel, við erum kannski ekkert eitthvað, liðið ekkert eitthvað 100% klárt, við svona ágústmánuður var ekkert sérstakur hjá okkur og margar að vinna og alls konar svona, þannig að svona þegar fór að líða á september þá svona fór að svona komast meira fút í þetta og þannig að ég býð spenntur að sjá hvað við stöndum á sunnudaginn. Þannig að ég nú fyrst og fremst í dag bara að hugsa mitt eigið lið og sjá hvað þar stendur og vonandi erum við á svona ágæti stað en það svona fyrsta prófið á sunnudaginn. Og það kannski eins og ég var að tala við Erna á það kannski náttúrulega númer 1 og 3 að vera ekkert að velta sér ómikið úr andstæðingnum, heldur hvað þú ert að gera sjálfur. Það þarf maður alltaf að pæla í andstæðingunum en fyrst og fremst þarf maður að vera búin að græja sitt lið áður maður getur farið að spá í svoleiðis og eins og staðan í dag þá eigum við eitthvað í land, þannig að þá setjum við allan fókusinn á að koma okkur í réttan farveg. En menn eru brattir. Já, ég meina og trúum við, auðvitað erum við að spá í, þú veist, hvað andstæðingurinn að gera og svona, en hlutvillin alveg klárlega 98% við 2% andstæðingurinn eins og staðan núna. Megum ekki eiga von á skemmtilegu körfuboltavitri? Það held ég alveg örugglega. Ég held að körfuboltinn verður alveg mjög skemmtilegur og akkur í vetur, bæði hjá strákum og stelpum, þannig að bara allir að taka þátt í þessu með okkur. Og það kannski eins og við komum inn á í EM-viðtalinu sem við tókum daginn, að þetta kannski svona kveikir bara í ungdónu hérna í kring, kannski krökkunum að fara að koma meira á æfingar. Ekki spurning, það æfingar búið upp á æfingar fyrir alla aldursflokka og þannig að það allir velkomnir og sama hvort að þeir séu 5 ára að fara að stíga sín fyrstu skref eða búin að þreifa sig áfram í einhverju öðru, það bara að gera að koma að prófa. Við konum svolítið út í móa núna með að tala allt annað, en það kannski allt í lagi líka, því að það kannski fínt bara að enda þetta á því að kannski skora bara á foreldra að setja bara skjátíma á daginn hjá börnunum í tölvunni, hafa bara milli 7-8 kvöldi, þannig fyrir að hafi tíma til að komast æfingar. Já, það alveg óvitlaust, en ég ætla að skora og ætla bara að koma að prófa. Ég meina, kannski þetta eitthvað fyrir einhverja og þú finnur það ekki út nema að prófa allavega og endilega prófa bara allar íþróttir sem flest, þannig að finna sinn rétta sport. Finna hvar fjölnir ykkur. Já. Þannig gangi ykkur vel. Takk fyrir það.